Komið sæl og velkomin heim í stofu. Ég heiti Bryndís Svavarsdóttir. Í dag 4. desember annar sunnudagur í aðventu. Aðventan tími eftirvæntingar, kærleiks, vonar og friðar. Því að hátíðleikinn sest að í hjörtum okkar. Þema dagsins Frelsarinn kemur. Lexían úr Jesaja lýsir vegsemd og dýrð Guðs og hvernig allt muni breytast í allsnægtir við komu Drottins. Pistillinn úr Hebreabréfinu hvetur til þolgæðis. Kristur komi innan skamms. Og í Markúsarguðspjalli segir Jesús: vakið, þið vitið ekki hvenær ég kem. Textarnir mislangir og ég mun lesa lexíuna og valin vers tengd efninu. En við skulum byrja þessa stund eins og alltaf á því að signa okkur og við segjum saman í nafni Guðs Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Eins og ég sagði lexían úr Jesaja, 35. kafla, og hún hljóðar þannig: Eyðimörkin og skrælnað land gleðjist, öræfin fagni og blómstri. Eins og dverglilja skal hún blómgast og gleðjast og fagna. Vegsemd Líbanons veitist henni, skart Karmels og Sarons. Menn munu sjá dýrð Drottins og vegsemd Guðs, styrkið máttvana hendur, styðjið magnþrotan hné, segið við þá sem brestur kjark, verið hughraustir, óttist ekki. Sjáið, hér Guð ykkar, hefndin kemur, endurgjald frá Guði, hann kemur og bjargar ykkur. Þá munu augu blindra ljúkast upp og eyru daufra opnast. Þá stekkur hinn halti sem hjörtur og tunga hins mállausa fagnar. Já, vatnslindir spretta upp í eyðimörkinni og lækir í auðninni. Glóandi sandurinn verður að tjörn og þyrst jörðin að uppsprettum. Þar sem sjakalar höfðust við áður sprettur stör, reyr og sef. Þar verður bein braut sem skal heita brautin helga. Engin óhreinn má ganga hana, því að hún ætluð líð Guðs að fara og heimskingjar munu ekki villast þar. Þar verður ekkert ljón, ekkert glefsandi rándýr fer þar Þar verður þau ekki að finna. Þar munu aðeins endurleystir ganga. Hinir aðkeyptu Drottins hverfa aftur og koma fagnandi til Síónar. Eilíf gleði fer fyrir þeim, fögnuður og gleði fylgja þeim, en sorg og mæða flýja. Þannig hljóðar hið heilaga orð. Þemað Frelsarinn kemur. Aðventan sá tími ársins sem kærleikurinn liggur í loftinu. Stærsta hátíð kristinna manna nálgast og við leggjum okkur fram við að halda í hefðir, hittum vini, sendum kveðjur og minnumst látinna ástvina. Aðventan boðar nýtt upphaf, nýja von. Í annríkinu sem óhjákvæmilega skapast reynum við að finna stundir þar sem við getum staldra við, gefa okkur tíma, en stundum verður álagið svo mikið að við þurfum að velja hvað sé nauðsynlegt og hverju megi sleppa. Eitt nauðsynlegt, sagði Jesús við Mörtu, og það að gefa Jesú tíma. Jólin jú hans hátíð, fæðingarhátíð frelsara okkar. Textar dagsins fjalla samt sem áður ekki fæðingu Jesú, heldur endurkomu hans og hvernig þessi jörð muni umbreytast í ríki Guðs. Augu mín hvíla á hinum trúfastu í landinu, þeir fá að búa hjá mér, segir Drottinn í Sálmi 101. Í Opinberunarbókinni þegar Jóhannes sá borgina helgu stíga niður af himni sagði hann:
að hafið yrði ekki framar til. En eins og við vitum, þá lifir ekkert án vatns, næringar og sólarljós. Og allt þetta er Jesús. Hann er lækur lifandi vatns, brauð lífsins og ljós heimsins. Hátíðir gyðinga tengjast einmitt þessum yfirlýsingum Jesú. Tengd páskum gyðinga er hátíð hinna ósýrðu brauða, en þá minnast Ísraelsmenn eyðimerkurgöngunnar þar sem þeir átu manna, brauð af himni, brauð sem hélt í þeim lífinu. Og önnur hátíð gyðinga er Hannúka eða ljósahátíðin, en nafn hennar fær okkur til að hugsa ljós heimsins. Því nýlega heyrðum við að í ríki Guðs þyrfti ekki sólarljós, því dýrð Guðs mun lýsa í ríki hans. Þriðja hátíðin er laufskálahátíð gyðinga, en á henni var hefð að sækja vatn í laug í Sílóan og hella því niður í musterinu. Og í Jóhannesarguðspjalli segir að Jesús hafi á síðasta degi þessarar hátíðar kallað til fólksins. Ef nokkur þyrstir, þá komi hann til mín og drekki. Og við þekkjum söguna þegar Jesús hitti samvesku konuna við brunnin. Þá sagði hann henni að hver sem drykki vatni úr brunninu myndi þyrsta aftur, en sá sem drykki af vatninu sem hann gæfi honum myndi aldrei að eilífu þyrsta. Því vatnið sem Jesús gefur honum verður að lind sem streymir áfram til eilífs lífs. Merkingin á bak við þessar yfirlýsingar Jesú er að fyrir trúna á hann verðum við eilíf, því hann er vatnið, brauðið og ljósið sem gefur okkur eilífa næringu. Frá hjarta þess sem trúir á mig, sagði Jesús, munu renna lækir lifandi vatns. Í spádómsorðum lexíunnar í Jesaja var skrifað að eyðimörkin, skrælnað land og öræfi myndi fagna, blómstra og gleðjast, menn myndu sjá dýrð drottins og vegsemd Guðs. Allt mun breytast, uppsprettur, tjarnir og lækir munu vökva jörðina og grös og jurtir munu blómstra á áður hrjóstrugum svæðum. Guð mun gæða allt lífi, ekkert mun skorta. Textinn í dag varar okkur við að bera hefndarhug til annara. Kærleikur Guðs á að ríkja, enda naga illar hugsanir aðeins okkur sjálf að innan. Sem lærisveinar Jesú eigum við að bera elsku hver til annars. Fyrirmæli Jesú voru að dusta ríkið á fótum okkar þar sem við værum ekki velkomin. Þess vegna lýsir það ekki hatri gegn einhverjum, þó maður vilji ekki umgangast hann. Jesaja skrifaði: hér er Guð ykkar, hefndin kemur, endurgjald frá Guði, hann kemur og bjargar ykkur. Þeir sem hafa verið vanmáttugir eða brosti kraft verður gefinn styrkur. Hann mun styðja þá og styrkja, hann bjargar þeim, óttist því ekki. Trúin er haldreipi okkar, því trúin er fullvissa það sem menn vona, sannfæring þá hluti sem eigi er auðið að sjá. Þegar frelsarinn kemur eins og elding sem lyftrar frá austri til vesturs, segir textinn, að augu blindra munu ljúkast upp og eyru daufra opnast. Í merkingunni að hinir vantrúuðu í heiminum munu sjá og þurfa að viðurkenna að Jesús er sonur hins eina sanna Guðs. Trúfastur lýður Guðs mun þá ganga hina helgu braut inn í ríki Guðs þar sem allt verður fullkomið, bæði af fegurð og búið allsnægtum fyrir okkur. Eilíf gleði fer fyrir þeim. Fögnuður og gleði fylgir þeim, en sorg og mæða flýja. Það verður aðeins gleði og hamingja í ríki Guðs.
Þær lýsingar sem okkur eru gefnar af því sem koma skal eru vægast sagt ofar öllu sem við getum ímyndað okkur. Ég hef áður lesið lýsingu á borgarmúrum hinna nýju Jerúsalem. Undirstöður hans voru úr gimbsteinum og hliðin úr perlum, stræti borgarinnar úr gulli og dýrð Guðs mun lýsa okkur á eilífum degi. Í þessari borg mun kærleikur Guðs ríkja meðal alls sem lifir. Já, þemað í dag er frelsarinn kemur. Fyrir trúna eigum við þessa von Guðs ríki og vonin leiðir af sér og byggir upp kærleik á meðal okkar. Páll skrifaði að af þessu þrennu, trú, von og kærleik, væri kærleikurinn mestur. Í Hebreabréfinu í pistlinum í dag erum við hvött til þess að sýna þolgæði og lifa í vilja Guðs, svo að við öðlumst fyrirheitið, því innan skams kemur Drottinn. En í Guðspjallinu segir Jesús að þann dag eða stund viti enginn hvenær verði, hvorki englar á himnin né sonurinn, enginn nema Faðirinn. En varnaðarorðin sem við fáum eru: vakið, gæti ykkar, verið tilbúin, sofnið ekki á verðinum og látið hann ekki, þar að segja Drottinn, finna ykkur sofandi þegar hann kemur í fyllingu tímans. Gæti ykkar, vakið. Aðventan er tími tilhlökkunar til jólanna. Allt fas okkar breytist og kærleikurinn ræður ríkjum. Á nýju kirkjuári upplifum við nýja von. Í aðdraganda jóla styrkjum við tengslin, eigum hefðbundnar samverustundir með fjölskyldu og vinum. Við bíðum þess að hátíð ljós og friðar gangi í garð, hlökkum til þess að heyra jólaguðspjalli lesið og syngja sálmana fæðingu Jesú. Á aðventunni búum við okkur undir fæðingarhátíð Jesú, en leið erum við minnt á endurkoma hans. Okkur er gefin sú von að hann komi aftur. En þann dag eða stund veit enginn hvenær verður. Við erum hvött til þess að sýna þolgæði, óttast ekki, því að Guð er með okkur. Hann gefur okkur viljan og kraftin til að standa stöðug og efast ekki að fyrirheiti hans rætist. Því að, eins og pistillinn sagði, innan harla skams tíma mun sá koma sem koma á. Já, himnaríki er í nánd. Drottinn blessi þig og varðveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þig náðugur. Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. Í Jesú nafni, amen.